Góða kvöldið og gleðilegan meistaramánuð. Já, hann byrjaður og það frábært að sjá hvað margir eru með. Í meistaramánuði setjum við okkur markmið og breytum því sem við erum orðin leið á eða viljum losna við. Viltu halda áfram með áramótaheitin eða finna ný ef hinn voru ekki að virka? Vertu með. Prentaðu dagatalið á meistaramánuður.is eða vertu með á netinu. Þar allar upplýsingar og alls konar skemmtilegt. Sjáum aðeins hvað fólkið í meistaramánuði ætlar að gera. Í meistaramánuðinum ætla ég að setja með 2 markmið. Númer 1, ég ætla að sjá matinn hérna heima einu sinni í viku. Og númer 2, ég ætla að vera duglegri að hrósa fólki. Í meistaramánuðinum ætla ég að meistara snjóbretti. Ég 36 ára og hef ekki farið á skíði eða snjóbretti áður, svo þetta verður eitthvað. Markmið mín í meistaramánuði að eyða meiri tíma með fjölskyldunni á kostnað tímans í símanum. Í meistaramánuði ætla ég klárlega að vera duglegri að taka með mér heima tilbúið mat á æfingar en ekki alltaf kaupa tilbúið mat og minnka alla plastnotkun. Markmiðin okkar fyrir meistaramánuð að fara sund og borða grænmeti. Já, oftar í sund og borða grænmeti. Markmið mín í meistaramánuði að elda 15 nýja rétti, huglega á hverjum degi og semja 5-10 sekúndna dans með dóttur minni á hverjum degi sem við setjum svo saman í lok mánaðarins. Þetta alveg meiri háttar og mikill metnaður í gangi. Það gaman að sjá hvað fólk með mismunandi markmið. Í meistaramánuði ætlum við að fylgjast með Ævari Þór Benediktsyni og Sölku Sól, en þau eru búin að setja sér markmið. Við byrjuðum á því að hitta Ævar. Ég ætla að setja mér þau markmið. Ég ætla að hreyfa mig meira, borða hollari mat og mér langar að lesa meira. Ég stefni á að, ég ætla að fara í ræktina 4 sinnum í viku, allavega. Og það verða engar afsakanir. Ég mjög duglegur að búa til afsakanir. Ég á kort. Ég meira svona í áskrift að ræktinni heldur en að fara í raun og veru í hana. Ég hef engar afsakanir. Nú kýli ég á þetta. Og það svolítið gott að hafa eitthvað svona til að aðeins að pota í mann, hafa meistaramánuðinn. Ég ætla að klippa út skyndibitann, taka hann alveg út. Og brauð, mér finnst brauð svakalega gott, alveg svakalega gott. Ég ætla ekki að taka það alveg út, en ég ætla að reyna að minnka það eins mikið og ég mögulega get. En hvað heldur að muni hjálpa þér að ná þessum markmiðum? Það að þjóðin viti að ég sé að fara í þetta mun vafalaust hjálpa og setja pressu. Þannig ef einhver sér mig í röð á skyndibitastað, þá má svona, nei. Má pikka í því. Sá Stöð 2, þú sagðir og ætlaðir ekki að ég verð ekki í neinni röð, engin röð. Mér hefur aldrei þótt sérstaklega gaman að hreyfa mig. Mér finnst miklu skemmtilegra að sitja og lesa. Mér finnst miklu skemmtilegra að sitja og fara í tölvuleik eða horfa á mynd eða eitthvað svoleiðis. Þú veist, þetta bara vinna fyrir mig. Ég þarf bara að ákveða hérna upp í höfðinu á mér. Þetta það sem ég ætla að gera, ég ætla að standa við það og ekki vera, þú veist, þetta ekki tímasóun. Ég ekki að missa 1,5–2 klukkutíma. Ég fæ það margfalt tilbaka. Frábært hjá Ævari, ég hef fulla trú á honum. En hvaða markmið ætlar Salka að setja sér? Eitt af markmiðunum kannski að halda mínu striki svolítið sem ég er búin að vera að gera síðan með áramótin. Bara tók mataræði svolítið í gegn og hætti sykri og hveiti og þannig. Þannig að það er markmið að halda áfram í því að það er líka svolítið mikilvægt að þrautseigjan að halda áfram með eitthvað. Nákvæmlega. Svo setti ég mig það markmið fyrir meistaramánuð að klífa fjall 3 sinnum, 3 helgar. Kannski Esjan og Úlfarsfell og Helgafell eða eitthvað, ég er ekki búin að ákveða. Og það er meira heldur en ég hef gert á ævinni. Ég hef tvisvar farið upp á Esjuna. Það sem er mikilvægast með þessi markmið, eins og kannski ég sagði í byrjun, að bara svona hugarfarsbreyting, þú veist, kannski ég setja maður sér ríkt markmið fyrst og stór, 3 upp á fjall, skilur, það er alveg kannski stórt fyrir mig. En svo kannski verður það bara eðlilegra að bara skreppa upp á Esjuna í kjölfarið. Og ég vona að það gerist með þessu markmið. Já. Þótt að maður kannski ná ekki öllum tilsettum markmiðum að skamma sig ekki, heldur bara frekar hugsa ég ætla að gera betur. En ekki brjóta mann niður, ekki rífa sig niður. Gangi ykkur vel, það verður gaman að fylgjast með ykkur eftir því sem líður á mánuði. Í síðustu viku fengum við nokkur hollráðu markmiðasetningu. Fáum að heyra aðeins meira hvað sérfræðingarnir hafa að segja. Markmiðsetning í rauninni bara það þegar við höfum ákveðið einhverja stefnu, við höfum ákveðið eitthvað takmark sem við viljum að ná og við göngum þar í átt að því. Ef þú í rauninni setur þér ekki markmið, þá einhvern veginn ferðu bara áfram og veist ekkert hvert þú ert að stefna endilega. Svolítið svona eins og að keyra bíl ekki með stýri í rauninni. En þeir sem að setja sér markmið og fylgja þeim eftir og eru með ákveðna eftirfylgni, að þeir ná betri árangri heldur en aðrir. Flestir setja sér alltaf eiginlega niðurstöðumarkmið. Tökum til dæmis bara námsmann
og hann ætlar að ná 9 í einhverju prófi eða 8 í meðalengun eða eitthvað slíkt, þá hefur hann ekkert alveg stjórn á því að því að hann semur ekki prófið. Þannig að hann þarf að fókusera frá kannski þessu 8 og 9 einhvern yfir í frammistöðumarkmiðið og frammistöðumarkmiðið væri þá ég ætla að lesa 3 tíma á dag í þessari bók eða 2 tíma á dag eða hvað er. Ég ætla að glósa alla kaflana vel, ég ætla að fara 4 sinnum yfir glósurnar. Ef ég næ að gera þessa hluti sem ég hef fullkomna stjórn á því hvort ég geri það ekki, þá aukast líkurnar að ég nái 8 í meðalengun eða hvað er. Grundvallaratriðið að fókusera á hluti sem maður hefur stjórn á, sem að aðrir hafa ekki áhrif á það hvort að maður nái eða ekki. Við höfum örugglega öll látið okkur dreyma stóravinninginn sem þurrkar út allar skuldir en setur nýjan bíl, ferðalög og allt það skemmtilegasta inn í staðinn. Björn Berg ætlar að hjálpa okkur að auka líkurnar á stóravinningnum upp í 100%. En með góðum sparnaði, með því að hugsa þetta svolítið til enda og vanda okkur, þá getum við búið til okkar eigin happdrættisvinning. Þú getur gert þetta til dæmis með því að forðast eins og heitan eldinn að vera með yfirdráttarskuldir og greiðsludreifingu. Séreignarsparnaður, það eiga allir að vera með séreignarsparnað. Það á engin efni á því að fá ekki 2% mótframlag. Fjárfesta með góðum hætti, sjóðum, verðbréfum, góðum innlánsreikningum. Að gera þetta reglulega, að passa sig að missa aldrei út mánuð. Svona nærðu góðum árangri við sparnað og býr til þinn eigin happdrættisvinning. Ef það er eitthvað sem hann sparar ekki, þá eru það góður ráðin. Meira frá honum í næstu þáttum. En vá hvað eru margir með í meistaramánuði? Já, meistaramánuður minn er mjög einfaldur. Ég ætla að því að ég missti af veganúar, þá ætla ég að taka veggbrúar í febrúar og vera vegan í 1 mánuð. Sérstaklega sem ég er nýkomin af jógahelgi af hálendinu og er detoxuð nú þegar, þannig að ég ætla bara að halda því áfram í veggbrúar. Í meistaramánuði set ég mér nokkuð markmið. Eitt er að fara í ræktina nánast daglega og annað að gera góð verk daglega. Gangi ykkur vel. Markmiðið mín í meistaramánuði er að bæta þol og styrk, en ég ætla líka að vera duglegri að heimsækja afa og ömmu. Í meistaramánuði ætla ég að reyna að vera duglegur og hlaupa 3 í viku. Í meistaramánuði ætla ég að æfa mig í þýsku á hverjum degi. Ég ætla líka að hætta að nota símann undir stýri. Já. Rosalega margir ætla að nýta meistaramánuði í að breyta mataræðinu. En hvernig er best að fara að því? Í meistaramánuði getur fólk sett sér markmið með að minnka gosneyslu, setja sér töluleg markmið. Ég ætla bara að drekka hálfa lítra af gosi í vikunni, ég er búinn að drekka miklu meira. Ég ætla að auka grænmetisneyslu. Ég hef alltaf borðað 1 skammt á dag, ég ætla að reyna að hafa þetta allan á 2, í hádeginu og á kvöldin. Það getur sett sér markmið með, ég ætla ekki að borða neitt eftir klukkan 7 á kvöldin, 5 daga vikunar. Svona töluleg einföld markmið sem virkilega getur kvittað við þegar þú náð ákveðna tímasetningu deginum og ákveðna magnið. Það er eitthvað sem þetta er að gera með mataræði. Svona einföld ráð fyrir almenna borgara að hafa í huga. Spurning dagsins er, af hverju erum við alltaf að fresta því að gera það sem við viljum samt að gerist? Það getur margar ástæður fyrir því af hverju við frestum. Þá er einmitt kannski mikilvægt að fólk setjist niður og skoði það svolítið, greina svolítið vel hjá sér á hverju það er að fresta. Það getur verið bara eins og áhugaleysi, skortur á hvata. Þá þarf maður kannski svolítið að skoða hvaðan markmið sem maður er búinn að setja sér að koma. Kemur þetta virkilega frá sjálfu þér? Eða er þetta svona kannski út frá áhrifum samfélagsins eða bestu vinkonu eða mamma og pappi sem vilja að þú hlaupir maraþon eða eitthvað. Síðan er þetta líka svolítið oft í okkar fari að við erum svolítið að bíða eftir því að andinn komi svona yfir okkur einhvern veginn. Rétt á augnabliki til þess að fara að koma okkur af stað. Við erum flest með mjög stífa stundatöflu, ef svo má segja, margar skyldur. Það getur verið bara hreinlega tímaleysi. Framkvæmdin sjálf, það að við förum í rækt, þegar við förum að sjá að í dag lyfti ég 2 kílóum en ekki 1 eins og í gær, það getur oft verið bara svo hvatinn. Þannig að þá þarf maður svona kannski að skella sér út í þetta, pína sig aðeins áfram og þá fer þetta að rúlla því að hvatinn fer að koma bara í ljós árangurs. Að sjálfsögðu frestuðum við því að tala við sérfræðingi frestunaráratu þangað til síðast í þættinum, en ekki fresta því að setja þér markmið og breyta því sem þig langar að breyta. Vertu með í meistaramánuði og byrjaðu strax í dag. Fylgstu með á netinu til að fá meiri hvatningu. Sjáumst á aftur næsta miðvikudag. Þangað til, gangi þér vel.